Hérna er ég með 5 tóm staupglös og hérna er ég komið með 5 full staupglös. Og eins og þið sjáið, það er þetta næstum því full flaska af lýsi sem er viðbjóður. Ég held þetta væri miklu minna sko, en þetta er, byrjum bara á þessu. Þetta er allt og mikið. Ég er að pæli að láta bara 3 staup duga. Þetta er ógeðslega erfitt. Ég veit að enginn trúir því en þetta er bara, þetta er sjúklega erfitt sko. Ég get ekki hugsað mér eitt í viðbót. Það er bara svo einfalt sko. Og mikið mjög leiðilegt að segja ykkur frá því, en 3 staup er þá því miður að duga. Ef við fáum 50 like á þetta myndband líka, þá ætlar Jóhann Bergur að fara út í miðbæ. Hann ætlar að fara út í miðbæ, hann ætlar að velja 3 erlenda ferðamenn og hann ætlar að faðma þá og segja þeim hvaða Hornfirðingi þeir líkjast. En já, takk fyrir þetta. Ég ætla að fara að hella þessum 2 sem er eftir eitthvað niður. Þetta var bara ómögulegt challenge því miður. Hvet engan til þess að reyna þetta. Mér líður mjög illa. Fyrirgefið það. Já, boltinn hér kominn strax í leik. Jú, þetta er eldinn sjálfur. Dælir þessu eins og steinolíu þarna inn í teginn. Og skallið þarna, hvað er að gerast? Það er barningur í teignum. Það er nú verið gaman að sjá eitthvað úr þessu. Og sjá, hér kloppi á Sævari. Þetta er gaman að sjá, svona er skemmtilegt. Ljóðbrot, virkilega ljótt. Langt innkast. Og þetta, já, þetta er bakveiting. Já, ég held þetta yrði. En það var dæmt af. Sem betur fyrir maður. Hérna sjáum við líka annað langt innkast. En Afturelding fljótir að vinna boltan aftur, hann kemur honum út. Já, og svo skot þarna, langt yfir markið. Þetta var ekki gott skot, hörður. Nei, þetta var nú bara alveg skelfilegt sko. Hér hjá Sindramönnum, Yngvi tekur hann niður. Já, gerir þetta vel, en hann er ekki að stýra honum nógu vel. En þetta var samt ekki lélegt og skotið á hann. Þetta er slögspilna. Já, virkilega slögspilna þarna. Öruggir á miðjunni eða hvað. Hann vinnur boltan á honum. Frábærlega gert Kemur með hann yfir á Sævar, hann er að sleppa einn inn fyrir. Þetta er Sævar Gunnarsson, hann lítur að klára þetta. En hann vippar boltanum hann tekur lúmsku vippuna, þetta var eiginlega bara glatað sko. Spánverjinn gerir vel. Rodri hér, Einar Smári, nei, hann hittir ekki boltan. Og þeir geysast þó í sókn, Aftureldingamenn, þeir hljóta að klára þetta. Nei, Maja er með þetta allan tíman. Og hérna kemur hann boltanum út. Og langur bolti frá Maja, Yngvi gerir þetta feikið vel. Jú, hann er öflugur drengurinn. Og ekki er þessi óöflugri. Sendir hann inn fyrir á Sævar og Sævar upp í hornið á Yngva. Gott spil. Og hann kemur fyrir gjöfuna. Hvað er í gangi hér? Hugi út úr markinu. Og boltinn rekkur á Sævar, þeir klárar þetta. Auðvitað klárar hann að færi. Sjáum þetta aftur. Þvílíkt og annað eins, það var komin tími á þetta. Sævar gerir þetta Sævar var búinn að fá færi hérna áður. Örfækta ljónið eins og hann er kallaður. Lætur ekki bjóða þessi svona tvisvar. Hann er ótrúlega öflugur þessi strákur sko. Boltinn langur og Maja slær hann frá. Gerir virkilega vel hérna Maja. Sett samt spurningamerki, Jóhann Bergur hefði sennilega gert aðeins betur en þetta er mjög vel gert hjá honum. Hann er öflugur hvar sem er á vellinum á Maja, en það er mjög flottur gaur og bara gaman á honum. Langur yfir á Kenan. Jú, þetta fanta vel og það er brotið á honum. Já, þetta var ljótt brot. Og ykkar spinnan og þvílík spinna. Þetta var ruglingslegt. Þetta er skemmtilega gert hjá strákunum. Maður bara vissi ekkert hver var að fara að skjóta eða neitt. Það er annar kloppið, þvílík sýning hér. Kloppið, það er alltaf gaman að fá kloppa. Það er sýning á Sindravöllum, svo sannarlega rétt hjá það. Boltinn hér inn á miðju hjá Aftureldingu og lúmskot sem Maja ver. Maja ver þetta vel. Jóhann Bergur hefði samt varið þetta líka held ég. Það er ekki nokkur spurning sko. Þeir sóttu mikið þarna kallinn og hvernig fór að skjóta þetta framhjá. Já, ég verð að viðurkenna, mér finnst gaman að sjá svona og þetta var nú bara einn lélegasti skalli sem ég hef séð. Þetta var fínt spil en lélegur skalli. Það verður nú bara að segjast. Já, Atli Eðvaldsson kominn inn á völlinn. Nei, hann hefur gaman að þessu strákurinn. Langur boltinn í teig og hvar endar þetta? Í höndunum á Maja. Nei, hann missir hann. Þetta hefði getið orðið hættulegt. Boltinn fyrir og Auðun rennur. Og þetta er dauðafæri, hann lítur að klára hana. Nei, setur boltan yfir. Maja kom vel hérna á móti. Þetta var Maja búin að loka markinu. Já, þetta var mjög vel gert hjá Maja svo sem. Langur bolti hér inn á teig og Majevski þvílíkt naut. Slátrar hann ekki á saman. Eins og venjulega. Boltinn fyrir og enn og aftur eru þeir í hálffæri. Ná ekki að nýta sér það. Og
Kenan hér með hörkuskot, en það var 70 metra. Já, hann þarf kannski að fara að æfa aðeins þessi skot. Og hér inn á teginn og Maja kýlina frá eins og vanalega. Alltaf hægt að treysta á hann. Og hann hann mættur aftur og grípur boltan. Sævar Gunnarsson. Jú, komin tími á að hann fari út á og inn á kemur Speedy González sjálfur. Jón Brynjar, gott að fá svona ferska gaura inn á. Jón Brynjar, hann kom inn á að krafti þarna með tána rétt fram hjá. Virkilega vel gert og mjög lítið eftir á leiknum. Það er alveg gott að fá þá svona ferska gaura til þess að reyna að klára þennan leik bara. 1-0, þetta lúkar vel fyrir okkar menn. Hann næri ekki boltanum. Þeir ná að leggja fyrir afturhending og þetta er gott færi hér. Nei, jafna leikin á 90. annari mínútu. Ég trúi þessu ekki. Nei, ekki trúi ég þessu, Þorsteinn. Þetta er hrikalega leiðilegt að sjá. 1-1. Rodri með góðan bolt á eldin. Hann stíkur hann með frá Kenan og hann skýtur á markið. Þetta er að tryggja Sindramönnum sigurinn. Þetta er neitt ótrúlegt. Þetta er þvílík dramatík í lokin á þessum leik. Dramatíkin í hámarki. Þvílík fagnaðarlæti hjá Sindramönnum. Þetta var mjög mikilvægt mark. Þeir ná að knýja fram verðskuldaðan sigur. Vægast sagt sko, vægast sagt. Þetta var ótrúlegt. Þvílík sending þetta hjá eldin, brennuvarginum sjálfum. Já, brennuvargurinn stendur alltaf undir nafni. Hreinlega kveikir í vörnum andstæðinga. Flautaði leikinn af 2-1 sigur Sindramanna staðarind. Frábært, svona viljum við hafa þetta, Þorsteinn. Ég þakka bara kærlega fyrir mig, hlakka til að fylgjast með næsta leik.